Þá var það komið að pólitíkinni og til að ræða hana hingað komin Sigurjón Magnús Egilsson, blaðamaður. Já, sæll, bróðir. Já, bróðir, ég tek það alltaf fram. Herðu, við höfum settið hérna í sumar og spjalla svona næstu því vikulega. Já. Það leit svolítið út þegar við byrjuðum að það væri mikill skjálft í ríkisstjórninni. Já. Þinglok voru svona asnaleg. Já. Það voru bara öll mál ríkisstjórnina tekin og sett ofan í kassa og flutt í burtu. Eitthvað svona fílu viðbröð bara, af því að hinir ætluðu að tala eitthvað hérna á stjórnarandstaðan, eitthvað slíkt þá bara pakkuðu bara. Já, eða það var bara ekki nógu mikið þrek í ríkisstjórninni til að halda áfram. Af því að voru þarna einhver mál sem hefðu getið orðið ágreiningur inn í þingflokkunum. Já. Þeir pakkuðu niður og fóru og þá gaus upp svona, sérstaklega hjá sjálfstæðismönnum sem við höfum kallað hér villikettina í sjálfstæðisflokknum. Já. Óánægja. Og var svolítið mikið rætt. Ég meina Ólafur Þórn Harðarson var eitthvað þar í fréttum að segja þetta var óvanalegt, það var svona hörð gagnrýni innan sjálfstæðisflokknum og krafa stjórnarslít og annað slíkt. Já, og skiptum formann, flokksmenn hafa sagt það líka, bara vilja ekki að Bjarni stýri þessu lengur. Og svo eitthvað eins og við höfum bent á, svona síðustu 4 vikur þá hefur svona vindur farið úr þessari blöðru, þetta var kannski heliumbladra í lok júní, en núna liggur þetta eiginlega bara svona eins og barnaafmælið hafi verið hérna fyrir 4 dögum sem svona hálf loftlaust bladra. Já, það er það. Já. Og það nú, Bjarni komin úr heimúfríinu. Það er svo merkilegt, í gegnum tíðina hefur það verið þannig að þeir sem að velja sér að verða ráðherrar, þeir sem hafa möguleika að velja það, að þá er þetta full vinna. Bara þetta er það, bara 365 ársins. En Bjarni er búin að vera á einhverju vindsænginni með sólgleraugun bara út í heimi og ekkert blanda sér í umræðina hér heima. Svo kemur hann núna og þá er náttúrulega bæði MBL og Mokkin með viðtölu við hann. Það var líka eitthvað aðeins og vís í bítinn í gær. Já. Það talaði um hann bankaskattin. Já. Þannig hann er svona að gefa sig fram. Ég býst við að hann hafi verið á RÚV í kvöld. Já, æflöst Er ekki Kastljósið byrjað? Ég veit ekki, Spegillinn er byrjaður. Já, Ég held að Silfrið muni ekki byrjað, það er mín kenning. Ég held að það er rétt, En svo kemur Bjarni og hann bara svona slæri létt nakkan á villiköttunum og þeir eru þagnaðir og svo kemur hann og hann er bara á því að hér sé bara allt í góðu lagi. Hér sé bara ekki það í efnahagsmálum. Ég held að ef einhver hefur áhuga á því sem ég hef sem að sé margir, þá gæti hann bara spóla við síðast þátt okkar þar sem við sögðum þetta. Það kæmi svona, það hafði svona minni spámenn verið að segja að þú veist að ríkisstjórnin væri kannski ekki aðri kostir og ríkisstjórnin væri og kannski of mikið gert úr þessu og svo kæmi hann eftir helgina, myndi þú veist tala eins og það verið bara ekki tilefni til þess að slíta ríkisstjórn, þetta var góð ríkisstjórn. Hér var allt í góðu standi. Já, nema það að þegar að lágasta landið Ísland, að þá segir hann að vextinni voru á lágir. Það er bara það eina sem að svona hann verið sjá eftir eða hafi verið mistök. Hann náttúrulega Ásgeir, seðlabankastjóri, hann hefur við svona undanfarnar vaxtaákvarðanir alltaf talað að það vantaði upp á að ríkisvaldið taki þátt í því að glíma við verðbólguna. Og ég held að Bjarni sé bara skjóta tilbaka með þessu. Já. Að hann hefur bæði sagt að Seðlabankinn hafi lækkað vextina á mikið. Já, hann sagði ekki þá eða hann á kannski að þannig að maður er efnahagsmálaráðherra að það verður að gera kröfur til hans. Já. Ég held að hann meiri sé að ef að fólk man að þá getur það farið í huganum og rifjað upp hvað bæði í sjálfstæðisflokkurinn og voru allir stjórnarflokkarnir hvernig þau töluðu vextina sem einn af ávinningum sinnar stefnu í aðdraganda síðustu kosninga. Já, og var þeirra svona helsta mál jafnvel, lágasta landið Ísland, þetta var bara þannig, þetta auglýsingar þeirra voru svona, nema hjá Sigur Inga, bara er ekki best að kjósa Framsókn. En þetta snýst svolítið það að, þú veist, að vera að bera sökin á næsta, Og hann hefur sagt, þú veist, að núna segir hann að vextinir hafi lækkað á mikið. Hann sagði í haust og svona þegar Seðlabankinn kom síðan aftur, þarna var það ekki febrúar,
þeir sem voru búin að boða voru með litla hækkun þarna beint ofan í kjarasamningana, svo voru kjarasamningarnir gerðir í traustu þess að yrðu ekki vaxtahækkanir, svo koma með hækkun í febrúar að þá minnum ég að Bjarni hafi sagt eitthvað í þá verun að já, það er þá bara augljóst að Seðlabankinn hefur bara hækkað of lítið hingað til. Þannig hann er ekki alveg, nú það bara að hækka þetta þannig að sé bíti, að því geta hækka, ef þú hækkar alltaf of lítið að þá náttúrulega nærðu aldrei í skottið á sjálfum þér, sem býst ég við að kenna ekki sé. Já. Þannig hann hefur verið með hennar tón svona gagnvart Ásgeiri og Seðlabankanum. Já. Seðlabankinn eftir lítið eigin barm. Já. Mér finnst að efnahagsmála ráðherrann hann á bara ekki að koma svona bara stöku sinnum og skjóta í allar áttir, hann hlýtur að bera ábyrgð maðurinn. Já. En annað í lagi þarna, segir hann. Nei, hann tínir til svona, hann alltaf að halda þið fram að hér séu laun að hæst í heimi. Já. Ég hef svolítið verið að dunda mig það á samstöðinni, að draga það fram, bæði í samanburði lægstu laun í Sviss. Já. Ég held að hér þyrfti að vera 43% launahækkun á lægstu launum til þess að ná sama kaupmætti og er í Sviss. Og það sama á eiginlega við í Noregi, það er ekki svona beint lágmarkslaunar, en það er það ekki heldur hérna núna, af því það til lífskjarasamningum hækkun á lágmarkslaunum, en ef maður tekur bara lægsta taxtan í staðinn, að þá með að við til dæmis fiskverkafólk, að þá þurfti að hækka laun hér næstu 40% til þess að ná sama kaupmættu í Noregi. Þannig að þetta að hér séu laun svo rosalega há og við höfum bara að þakka fyrir að fá að búa í paradísin Íslandi en þetta innhjálpslust. Já, svo kemur fyrirverandi félagsmálaráðherrann sem að lýsti sjálfur yfir hann var í krati. Já. Þorsteinn Víglundsson, sko. Hann var félagsmálaráðherra, vinnumarkaðsmálaráðherra, sko. Og núna bara vill hann ganga milli bóls og höfus á launþegahreyfingunni. Nei, má ekki segja þetta. Launþegi er ekki til. Nei. Verkalýðshreyfingunni. Nei, ég áttum ekki alveg á hvað Þorsteinn, hann er miklu meira áberandi núna í umræðinu heldur hann var þegar hann var á þingi eða þegar hann var framkvæmdastjóri í Samtök atvinnulífsins. Já. Og ég held einu sinni að hann væri að sækja vinnu sem framkvæmdastjóri aftur. Já. Einhver sagði, varst ekki þú, sem sagði að hann væri kannski að sækja sem formaður þessa. Já, ég held það. Já. En hann er eiginlega búin að stilla sér upp svona sem eiginlega sá allra vígreifasti hægri maðurinn. Já. Hann vill að ríkissáttasemjari fái lagaheimildir til þess að bara slökka á verkföllum. Já. Nei, það er það. Og það sem að gerðist og það sem að Þorsteinn hefur bent á, þetta var samþykkt inn í ríkisstjórn á vormannum. Já. Einhvern veginn í hita leiksins þegar Halldór Benjamín var alltaf að setja verkbannið á og eitthvað svona. Já. En þá var þetta samþykkt en Guðmundur Ingi Guðbrandsson hefur þráast við út af andstöðu verkalýðshreyfinganna setja fram. Þetta verður eitt af málunum sem verður deilt í haust. Hvað er frumvarpið sem að við samþyktum í ríkisstjórn síðast ástæðismenn að slökka á verkföllum. Já. Já, hann var að forma Vinstri grænna, hann hefur það að hann hefur ennþá að hangja á þessu. Ég veit ekki hver eru örlög þessa mál sko ef að er þið búið til frumvarp sem að samanlögð verkalýðshreyfingi myndi leggjast gegn. Ég veit að heldur að fara í gegnum þingið, heldur að það er Sjálfstæðisflokkurinn, megnið af Framsókn myndi samþykkja þetta, Miðflokkurinn, eitthvað af Flokki fólksins. Ég veit ekki, ég veit ekki hvað það myndi á þessi. Þetta er svo geysileg breytinga, ég held ekki sko. Já, ég er ekkert vissum til þess að sko, þó þeir séu svona sérstakir menn í miðflóknum, það er ekkert sem að þeir séu þarna, sko, vilja bara banna raunlega, sko, slökk á verkfallinu. Ég held það, sko. Heldur það? Já, ég held þessu mjög hægra megin og það náttúrulega var einn af sem var sláandi núna í vor, eða svona síðla sent í vetur og í vor, þegar að eflingadeila var hvað hörðust. Hvað voru margir út í samfélaginu sem að tóku undir það að ætti að gefa ríkissáttasemjara þetta vald, einhverjum embættis kalli út í bæ, sem að geti bara afnum í verkfallsréttin, sko. Það kom mér mjög óvart hvað þetta var útbreytt, sko. Ég veist að þetta hefði runnið gennum þingi þá. Kannski sjá mann eitthvað betur að sér núna. Já. Nei, ég sko, það bara má aldrei verða. Ég held að einhverjir hljóta að sjá það. Þetta bara má ekki verða. Þetta er búið að breyta leikreglunum svo munar að draga bara alla tennurnar úr
sem hefur gert það góða sem í okkar samfélagi. Þegar menn að tala að Norðurlöndunum séu bestu samfélagin, að það meðal annars út af því hversu mikil áhrif verkalýðshreyfingin hefur haft á uppbyggingu samfélagsins þar. Félagslegt húsnæði, heilbrigðiskerfi, menntakerfi. Þó svo að þessi lönd mörg hver hafi verið að skrúa ofan að því alveg frá 1990. Sem ekki svipur og sjón. Þegar menn að vísa í því að þessu bestu samfélagi heimi, þá það fyrst og fremst út af því hversu áhrifarík verkalýðshreyfingin hefur verið á þessu samfélagi. Já. Og það bara, það eru lífskjörum betri en ég Herðu, en það virðist vera að Bjarni hafi, ég sé ekki fyrir mér að hann hafi eitthvað verið að tala við villikettina. Hann bara kemur og segir þetta. Þú veist, þetta bara, ef maður umorðið þetta sem hann að segja, þá segir hann bara, það ekki betri kostir í stöðinni. Þetta bara besta ríkisstjórn sem í boði. Okkur gengur bara vel á ýmsum sviðum. Og bara fáránlegt að láta sér þetta í huga að hér sé eitthvað tilefni til stjórnarslita, nýra kosninga eða uppstokkunum á stjórninni, það bara ekki þannig. Þetta segir hann. Já, hann segir það, já, og svo held ég kannski svona, já, ég veit ekki, í 2 manna tali, hvað gerir hann þar? Við þessa gæja? Ég held að það ekki að tala um það, sko. Sé ekki? Nei, ég held að bara láti þetta bara duga. Brynjar og hverjir hafa verið að tuða elliði og ég bara, Já, og svo í þingflokknum, sko, þá að Vilhjálmur, þannig hefur verið svona málpípa. Vilhjálmur Hjálmarsson. Nei. Vilhjálmur Hjálmarsson, nei. Hversu við svona Vilhjálmur í Grindavík? Við bara skulum fletta því upp á meðan að þú talar. Þetta ég á bara ekki að vera búin að gleyma þessu. Nei, það var nú alltaf byrjar á þingi þegar þú varst. Nei, hann var ekki byrjað þá, hann var í Kornungum maður. Já, hann var Vilhjálmur Árnason, eins og heimspekingurinn. Já, það hérna, hann ritari flokksins og hann kannski hefur minna svigrúm svona heldur en til dæmis Ellið, hann ekki í þinginu og Brynjar ekki heldur, hann reynda varaþingmaður. Ritari ekkert embætti, sko. Nei. Hver ritari í Samfylkinguna, veistu það? Nei, ég ritari þar. Ég maður ekki, sko. Ég veit að bara, það engi varaformar í miðflokknum, þegar Vigdís Hauksdóttir allar bjóðs verið hann til varaformans, þá lögðu bara embættið af, sko, og þingflokksformaðurinn þannig að þeir ég veit ekki hversu langar ekki Bjarni, ég held að Ég held að þurfi það sem ég að minna, hann þarf ekki að tala við Vilhjálm. Þegar Vilhjálmur, hann bara sæmilega félagslega læs, þá bara áttar að segja á því tíminn þar sem að má vera að tuða og nöldra, hann bara liðinn. En ég græði ekkert á því að tuða og nöldra lengur, þannig nú þegi ég bara. Ég held að þetta gert þannig, sko. Já, því hann veikir stöðu sína ef hann heldur áfram. Já, Bjarni fyrir ekki að semja við Vilhjálm. Nei, skamman. Semja. Já, finnst þér að vættum að hætti í ríkisstjórn? Það ekki þannig. Kannski hringir henni Óla Björn og segir Óla Björni að skamman. Já. Fær hann í milli nefnd að taka nú formenn, sko. Já, fylgist með því í vetur. Hann formaður einhverja nefndar. Fylgist með því í vetur hvort hann væri færður úr. Hann enda varaformaður þingflokksins. Já, eitthvað sem missir hann. Já, og hann formaður umhverfis og samgöngunefndar. Umhverfis og samgöngunefndar. Já, við ekki verið saman um það. Nei, ég held að hann bara muni bara hlýða. Já, en eitthvað svona, hann tæklar hann eitthvað aftan frá. Já. Skammar hann kannski dissar hann á þingflokksfundi. Já, eða eitthvað. Eða tekur einhver embætti á hann. Þegar ég held að Bjarni, sko, hann búin að vera svo formað lengi. Já. Hann löngu hættur lengur en Davíð. Já, hann löngu hættur að semja einhvern veginn hvaða má og hvaða má ekki. Hann bara gerir það og bara tristir því að hinn bara fylgja. Já. Og þeir sem rísu upp gegn honum, að sagan sýnir það að þeim farnast ekki vel. Eina undanþengin Guðlaugur Þór. Já. Sem of sterkur til þess fyrir Bjarni að meiða. Kannski metur bara Bjarni að það sé fínt að hafa hann. Það sé ekki þess virði að fara einhvern fætingu Guðlaugur Þór og missa kannski hluta af baklandu hans yfir í einhverja pælingar í að stofna alvöru sjálfstæðisflokk. Nei. Já, staðan sé það veik að hann verði samt, sko, að virða, gulla og halda þessu saman, sko. Já.
Já, hann svona, þetta hangi saman hjá honum, sko, það ekki þannig að allir bara fylki sér eftir honum, hann bara, því að það ekki svipað með ríkisstjórnina eins og hann metur ríkisstjórnina, það bara ekki skárri kostur í bóði, hann tristir því bara og veit að Sjálfstæðisflokkurinn horfir á það með sama hætti, það bara ekki skárri kostur í bóði en Bjarni Benediktsson. Hann hafi átt erfitt með að kyngja vatninu þegar hann var að hlusta á þig lýsa þessum öllum klopningum í Sjálfstæðisflokknum. Ég má þetta ekki líka, þetta má ekki gerast oftar. Nei, mér finnst það eins og þessi samumita, sko. Eins og til dæmis. Þegar skilar af sér flokknum, hann lítur að þurfa aðeins að hann má ekki skila sér algjöru þrótabúi. Nei. En núna er óstakku kallandir, villikettinir, púlukallandir. Þeir hljóta að vera að velta fyrir sig núna, sko, býttu, hvað eigum við þá að gera? Það var ekki hlusta okkur í sumar. Eigum við að fara með honum Arnari Þór og fara að kanna að búa til alvöru Sjálfstæðisflokk. Þú kannast við að sko allir þessi kallar, Elliði og Brynjar, tala alltaf eins og þau séu að tala fyrir hönd bara meiri hluta þjóðarinnar, að þeir séu inn normal menn með eina normalu skoðanir og sem er ekki, þetta er bara minni hluta kallar og þeir eru með þessi minni hluta inn í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að ef þeir upplifa það að þeir alltaf að tala fyrir einu raunverulega sjálfstæðisstefnu en flokkurinn alltaf að fara gegn því, nú kvalamálið, þeir alltaf að tala um þess að flóttamenn sem er náttúrulega einhver leiktjöld, nú er komið þarna Eimskip á að borga lofslagsgjald út af siglingunum. Já, Sjálfstæðisflokkurinn verð þá ekki. Nei, sko, byrjum á því að Eimskip er ekki mitt einasta skip skráð í Íslandi. Það bara er ekki, sko. Það er St. John's og í Færeyjum og það er ekki, og skip sem... Þetta er ekki innanríkismál. Þetta setið upp sem erlenda fréttir. Já, nei, þeir eru að flytja skipin úr landi til að borga læri skatta. Ok. Og læri laun. Já. Og svo þegar kemur eitthvað svona, og þá eiga allir rjúk upp til handa fóta. Nei, þið er fyrir áratugir búin að vera sko leika leik til að sko til að veikja stöðugar á landinu og það bara núna er komið, nú er bara hver að bjarga sér í þessu. Talið bara við Guernsey eyju eða hvar í ánskotan þið flaggið þessu út. Já, að eitthvað í Færeyjum. Já. En þetta er... Nei, en það er villikettin hljóta að vera að meta það núna. Hvað er að gera, þú veist, er eitthvað færi á að búa til annan flokk? Ég veit ekki. Ég held að þeir bara núna skjálfi bara við það Bjarni góðan heim í von og síntali frá honum eða einhverjum skömmum og þeir bara fari bara hljótt og láti lítið á sig bera. Þeir voru stórkallari, Elliði til dæmis. Já, hann líst yfir að stytta ekki ríkisstjórnina. Já, menn Bjarni væri í burtu. Já, meinar þetta sé bara krakkarnir sé að leika sér að menna fóröldarnir fóru til Flórída? Já, svolítið held ég held að. Ég veit ekki. Ég held að þetta viktar svo lítið eins og ef Elliði styður ekki ríkisstjórnina, hvað þá? Bæjarstjóri í Þorlákshöfn? Ég er nú frekar búin að vera að tala um að þessi menni er ekki áhrifamenn inn í flokknum. Sko. Já. Herði, okay. Þú vilt samt halda áfram að tala um þá? Nei, nú ætla ég nefnilega að spyrja. Af því að sumar er búið að vera eins og búið að vera að tala um það, lifi ríkisstjórnin og hvaða lífir í ríkisstjórnin og þetta er alveg glötu ríkisstjórn og hún nær engu í gegn og bla 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 bla. Hvaða áhrif hefur þetta tal á Framsókn og VG? Já, sko, Katrín svaraði þessu nú mjög vel. Já. Nei, hún sagði þetta er bara þeirra máli. Hann bara, eins og hún væri bara köld fyrir þessu. Það er bara að leysa þessi mál. Þannig ég ætla ekki að koma 0-10. En svo hefur þið heyrt eitthvað í Sigurð Inga eða eitthvað? Nei, það var eitthvað í fréttunum bara í gær eða ekki, hvað var hann að tala? Já, þá var hann ekkert að tala um þetta. Hann var ekkert spurður um þetta, eða það? Nei, ég hef ekki séð það. Lilja hefur talað um þetta. Já, Lilja, nú er hún, ég ætlaði að fara að segja það, sko, nú er hún aðeins svona að breiða úr sér. Já. Og hún tala um bankaskattinn. Já, sem að hvalrekaskattinn. En Bjarni heldur það komið sér bara ekkert vel fyrir þjóðina. Nei. Og segir bara Lilja hætti þessu. Já. En það er ekkert víst að hún vilji það. Sko, hún er nefnt þetta áður, sko. Það er svona 1,5-2 ár síðan hún var að nefna þetta. Hún nefndi þetta líka í COVID svona hvalrekaskatta. Því að það er náttúrulega hafðu sum fyrirtækið bara mjög fínt, Landsbankarnir. Það er líka Úkraínustríðið hefur fært sko auð til álfyrirtækjana
og sjávarútvegsins af því að hækkun á matvöruverði og hráefnisverði. Þannig hún hefur nefnt þetta áður, sko. Á Mokkanum í dag fréttu það hvað er mikið flutt út af óunnum fiski, að við hefum að flytja fiskvisluna úr landinu. Já, til Noreg, sko. Já, líka til Nederland. Áður verið fjallað með þetta hvað það fætti Póllands. Já, og Bretland samtala, alltaf verið þangað. Já, en Bjarni, hann hafnaði bankaskatti. Já, ég ætla að segja það, en þá sko Lilja, hún búin að, hún kunni alveg leikinn, sko, og nú kemur hún með þetta, kemur hann og talar allt annan hátt, þá bara mynda svona sérstöðu gegn Bjarna og hann svarar svo asnalega, sko, að hærri skattar á bankana myndi ekkit, sko, skila neinum ávinningi til almennings í landinu. En það náttúrulega, allir skattar eiga að skila einhverjum ávinningi til fólksins í landinu, þetta svona sameiginlegu sjóður okkar, eða ekki? Já. Hann lítur svo líklega á að sko hagnaður bankana og þegar hann útskýrta þá það þannig. Sko hagnaður hluthafana, hann heilagur. Þannig ef að það tekið meiri skattur, þá bara hækka vextinir til þess að ná þessum hagnaði. Þannig að hagnaður bankana þótt að séu 80+ miljardar á ári finnst Bjarni að vera allt og lítið. Ástæðan fyrir að Bjarni finnst þetta og lítið að þetta er ekki nógu hátt hlutfall af eigifénu og eigifé mjög hátt í íslensku bönkunum vegna þess að bankandi fjallu yfir almenning bara fyrir að ger og þess vegna verður að eiga mikið eigifé en Bjarni vill að eigandunni fái sko bara frábæran arð af þessu eigifé og fái þar að leiðandi sko 80 miljardar lágmarki fyrir alla peningana sem þeir eiga bundna inn í þetta er náttúrulega ekki, ég veit ekki hvaða þetta er ekki stjórnmál, sko, þetta er bara eitthvað svona frekja innan úr sko einhverju stappanir fæti og æpa einhverju hluthafafundi einhvers staðar á að geta erindin í almenna umræðu sko, pólitík, hvernig við viljum hafa samfélagið enda eru Bretar hafa lagt á hvalrekaskatt Ungverjar og Ítalir Spánverjar Einu sinni sagði ég við Bjarnar Benediktsson, ég hefði séð Karl Wernersson á Bentley. Já, fannst hann ekki taka sig vel út, sagði Bjarni. Ég kaus bara, ég svaraði einhvern, ég var ekki í aðstöðu til þess, en mér fannst þetta ekki taka. Og hafa Jónína Ben skrifaði greinun á sem og fyrirsögnin var Bentley góður í snjó. Já, þetta var út í. Nei, hann svona stendur oft með hinnum ríku og sér heiminn svolítið þaðan. Já, einmitt þetta og þessa glansmynd að ykkur geti verið á Bentley svona, sko, það finnst svona flott. Það er jákvætt. Ég man það þegar í gamla daga þá var enginn á Bentley á Íslandi en nú bara ríkasta fólki á Bentley og sjáðu framfæriðnar. Sérðu ekki visluna? Þannig hugsar hann. Já. Sjáðu ekki visluna þetta nýr. Þannig hann talar svolítið þannig. Já. Svo hann líka reyna haldaði fram að sé allt í góðum gýr. Já. Eitt sem að mér finnst að mætti skoða þess að því að nú hafa verið, mannst ekki þá voru fréttur að eitthvað greiningafélagunum hafi verið að gera matið á Íslandi aðeins skárra. Þeir voru nú að fella það í bæði í Bretlandi og í Bandaríkjunum en það svona aðeins skárra á Íslandi og það náttúrulega fyrst og fremst út af sko þessu peninga innflæði út af sko ævintýralegu fjölgun ferðamanna. En Bjarni bendir á þetta sem svona dæmi hvað hann ekki svo góður í efnahagsstjórn. En það sem á að skoða varðandi Bjarna sem sagt vaxtagreiðslur ríkissjóðs. Og málið að það einu sinni skuldaði ríkissjóður minna, jukust mikið í COVID. En Ísland býr með miklu lagari vaxtakjör heldur en aðra þjóðir og þar að leiðandi segjum að ríkissjóður skuldi bara, þú veist, bara 60% veldu eins árs, hvað svo leiðis og borga þarandi svo mikla skatta að kannski Noregur, hann gæti fyrir sömu vaxtagreiðslur skulda 120%, helmingi meira hlutastlega. Og þetta náttúrulega, Ísland stendur sér mjög illa þegar þú tekur þetta tvennt saman, annars vegar hvað við skuldum mikið og hverju vaxtagjöldin af þessu. Og það náttúrulega mál fjármálaráðherrans. Og hinlöndin, Norðurlöndin, eru öll bara með AAA í einhvern, sko. Við erum langt fyrir neðan, sko.
Þetta er, sko, þetta er ábyrgð Bjarna. Þess vegna eins og hann talar núna sé allt í stakast að legi nema eitthvað. Þetta hann efnahagsmálaráðherrann. Hann náði efnahagsmálunum frá forsætisráðherra eða fékk við gefins kannski. Og hann hefur óskað eftir þessari ábyrgð maðurinn. Það er stóra máli. Og þetta er einmitt rétt sem þú ert að segja að hann stendur sig ekki betur en þetta. Það er bullandi halli á ríkissjóði í verðbólgu og góðari. Það er náttúrulega, ég held að það sé bara, þú getur spurt bara fólk sem er að læra hagfræði í sko framhaldsskóla. Þú veist gott að sé vitið því, það sé allir neðar ekki vitið því. Já. Nei, þetta er bara, við erum ekki nógu góðu pappir, við fáum ekki sömu kjör og aðrir. Sorry, það er svona þannig. Og þess vegna er svolítið gróft að koma sem efnahagsráðherra að binda vinsanginni og fara að hæpa upp eigin framistöðu. Það er mjög alvarlegt að vera með, það er þensla í íslensku hagkerfi og það sést sko, það verður konið svona aðeins upplýsingar svona vinnumarkaðin undanfarið. Það er bara aldrei verið minna atvinnuleysi mitt sumar heldur en í dag. Það fjölgar störfum alveg gríðarlega og það eru byrjað að sjást svona merki launaskrið. Launaskrið? Já, á toppanum bara eitthvað? Nei, það er náttúrulega, ef það er svona lítið atvinnuleysi, þú vantar alls það fólk, að þá náttúrulega, segjum að þú sért er eitthvað ferðaskrifstofu eða ferðafyrirtæki í ferðaþjónustu og það er bara 40% vöxtur frá því í fyrra að þú ætlaðir að geta það bara að hækka launum 10%. Frekar heldur að hafa engan til að vinna þetta. Ég get ekki sagt bara nei, ég get ekki fleiri gúnna og að því ég er ekki með starfsfólk þá bara hækkar launin. Þannig að það er svona ákveðin hætta á því að fara í gang þrátt fyrir að það sé svona rosalega mikið af fólki sem er innflutt vinnuafl á bara strípum taxtanum að renni til svolítið svona launaskrið. Ekki kannski alveg niður þú veist, í þá sem eru með lægstu launin, en svona millitekjunar. Og þá kemur náttúrulega verkefnishreyfingin á eftir og vill fá þessar launahækkanir skráðar inn í kjarasamningar sko. Þú veist, það er ekki alltaf þannig að sko kjarasamningarnir drífi áfram launahækkanirnar, oft eru kjarasamningarnir koma eftir launahækkanum. Það er bara til fyrir þá sem eru á laununum samkvæmt samningi, en kannski, þú veist, meirinn helmingur á vinnumarkanum er búin að fá launahækkanir. Og því harðari þarf bara átt að fyrir þegar lægstlaunir að vera. Þegar hún kemur það er stutt eftir á þessu samningum, í febrúar. Bæði Bjarni og Ásgeir hafa verið að tala komandi samninga, að þá ættu þeir náttúrulega að gæta því að hér er ekki svona ofþensla sem að leiðir til launahækkana, ef það er andstæðingur. Já, það er engin stjórn á þessu eins og með túristina. Það er bara eins og vasslanga sem skrúðu frá og svo bara sprautast eitthvað. Það er engin stjórn á þessu, ekkert. Og engin sko skattheimta. Það er þrátt fyrir að sko gríðalegt álag á alla grunnuninni, vegakerfið, heilbrigðiskerfið og alls konar kerfið, löggæslukerfið og alls konar. Að það var engin sko sérstök innheimta á ferðaðinnaðinum. Það er bara þannig. Þeir eru í lægra þrepi í virðisauka, borga 11% þegar flestar atvinnur borga 24%. Það er náttúrulega með alveg ótrúlega vælu kjóa sko í bæði formaðurinn Bjarniður Hallsdóttir og svo náttúrulega Jóhannes Þór útskýrari. Þannig að þau kunna barma sér. Sem er alveg fáránlegt að gera sko. Þau eru alltaf að tala niður þennan atvinnuveg sko. Hann getur ekki borga mannsaman til laun. Þetta er bara ekki sniðug pólitík. Þú getur ekki borga skatta. Já, þetta er en Þó svo þessi gert eiginlega alls þar í heiminum, þá eru eins og allir sem hafa farið til útlanda að þekkja, þá er svona city tax og alls konar dót sem leggst á ferðafólk. Það er til þess að ferðamenninir eins og aðrir sem að ganga úr göturnar eða nýta grunnkerfi samfélagsins borgi til þess. Já, og gistináttagjaldið ætti kannski að koma inn í þau sveitafélög það sem gist er sko. En reyndar er það, gista svo margir Reykjavík og fara dagstúra frá Reykjavík sko. Þannig að það segur það gengi aldrei upp sko. Það munar samt sko, ef þú tækir fjölda túrista í Reykjavík og gistináttur miðað við íbúafjöldan en færi síðan kannski í Vík í Mýrdal eða eitthvað svona í smærri sveitafélög, Skeiða og Gnúpverjahrepп, að þá væri sko það að fá gistináttagjald fyrir þá sem gista í sveitafélagunum skipti þau meira máli heldur en Reykjavíkana.
Já, miklu meira. Já. Og hvaðirnar reyndar sem eru lögð á sveitafélögin á þess að fá tekjurnar með gistináttagjaldi eða ykkur öðru, að þá þurfa þessi sveitafélög að gæta umhverfinu, gera eitt og annað til að geta tekið á mót öllum þessum fjölda, að fá svo mikið fyrir nema bara það sem að sinn hluta því ágóða sem verður í fyrirtækjum á staðnum. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið á móti þessu. Já. Ég meina Þórdís Kolbrún var nú ferðamálaráðherra í langa tíma og mest ekki eftir þessu. Það var alltaf svona eitthvað á leiðinni, það kom aldrei neitt út úr. Var ekki Ragnheiður Elín Árnadóttir? Já, svo þar áður það kom aldrei neitt út úr því heldur. Þegar ég var með Sprengis þá var hún á þetta sem tölum mikið Já, þannig þau hafa líklega verið meira og minna með ferðamála Komugjaldið, mástu? Já, verið með síðan 2013. Já. Síðan er liðin 10 ár og ekkert gerst. Ekkert. Með vilja, Já, það er nefnilega tengist kannski Bjarna að ef að þú innimtir ekki skatta og rekur ríkissjóð með halla út af því að þá ertu náttúrulega að láta skattaafsláttin til ferðaþjónustunnar og hinnar efnameiri í samfélaginu sem ætti að borga skattana til þess að væri ekki hallir á ríkissjóði, þá ertu raunverulega að taka lán sem að komandi kynslóður eigi að borga til þess að þú innheimtir ekki skatta hjá þeim sem ætti að vera að borga skattana. Og þetta er náttúrulega kjarnin í efnaðarstjórn Bjarna Benediktssonar. Sem er nákvæmlega sama og Liz Truss gerði og var hent út með látum að fjármagna skattalækkanir með lánum. Og það er nákvæmlega sem Bjarni er að gera. Hann er að halda sköttunum á vinni sínum lágum, tekur bara lán sem að eykur vaxtabyrði ríkissjóðs, dregur úr getu hans til þess að byggja hér upp gott samfélag og flytur greiðslubyrðina af þessum lækkun á sköttunum yfir til komandi kynslóða. Já. Það er stemt. Það er við höfum sagt áður, hvaða hlutverk hefur Bjarni í pólitík? Það er nákvæmlega þetta. Það er nákvæmlega þetta. Þetta er náttúrulega bara glabræði, Þetta er eins og sért bara á skipi og þú bara ferð og einhvern veginn sækir spýturnar í skroknum á skipinu til þess að byggja flottari brú fyrir skipstjórann. Þetta er alltaf bara klikkun. Þetta er einhvern veginn svona. Ásgeir Brynjar sagði daginn að Bjarni ætti eftir að fá alveg hryllilegan dóm sögunar sem vondu fjármálaráðherra. Já, og nútíma. Já. Nei, þetta hlýtur bara að verða að niðurstaðan verði þannig, það verði litið tilbaka. Já. En hann kemst upp með margt, við nefndum hann matsfyrirtækin. Það kemur frétt svona að Moody's hækkar stöðu Íslands úr neikvæðu yfir í jákvætt, eitthvað A- eitthvað. Og þá er þetta sagt sem frétt. Þetta sem ég var að segja áðan hverju raunverulegu vaxtakostnaður íslenska ríkisins í samanburði við aðra ríkissjóði, aldrei talað það. Nei, samstöðun. Jú. En stundum verður maður svo gáttaður á hvaða svona áróðurs þvæla rennur frá stjórnvöldum í gegnum allt og sem ég held að sé orðið sérstakt vandamál að þú skoða allans fréttir frá stjórnarráðinu, sérstaklega frá fjármálaráðinu, það sem eru alls konar villandi umfjöllun áramótin voru þeir segja að staða heimilana hefði batnað stórkostlega, svo kom í ljós að grunnurinn á bakvið þann útreikning varu þessi heimilin sem skulduð ekkert. Heimilin hafi bara standað sér miklu betur ef við bara gleymum skuldunum. Það er alls konar svona þvæla sem rennur út úr þessu ráðuneytinu. Það teiknaði einhver mynd sem að svo bara haldið fram þó allir vítum sér röng. Það er bara dagun í dag, komast bara í gegnum það. Áróðursráðuneyti, Bjarni Benediktsson. Já. Hvernig er það? Er hann komin í allt húsið þarna Arnarhvál? Það sem að menntamálaráðuneytið var, þarna sem að sambandi var ekki alveg það. Í sambandshúsinu? Já, það er meira að minna tómt núna. En ég fór að velta fyrir mig hvort að fjármálaráðuneytið væri virkilega að fara að þanga líka, En ég held að ég er búin að íta dómsmálaráðuneytinu öllu drastlinu. Já, er það ekki? Ég held að. Já, ég held að líka, Það sé bara, að hann fari ekki að taka gamla Hæstaréttarhúsið fyrir einhverskristofu, nei. Þetta er stærsta ráðuneytið. Já, en svo var líka eins og við sögum í síðasta þætti, þá dúkkað upp á miðjunni hjá mér, 30 ára gömul frétt alla aðstofamennina hennar Katrínar. Og þetta er allt, við munum þegar bara fyrstu aðstofamenninu komu og þá var það bundið við einn og svo bara einhvern tímann var þessi bara sleppt lausu. Með alls konar. Með alls konar aðstofamenn. Herðu, já. Sem er bara þvæla, þú veist, það er bara þvæla,
Er það? Já. Já. Þú veist, þetta bara, segjum við þetta að reka eitthvað svona batteri og þú veist með eitthvað að þú veist það eru starfsmenn sem eiga að vera að reka batterið. Svo ertu með eitthvað svona forstjóra og hann með eitthvað bara 8 manna gengi þarna á forstjóraganginum sem að er ekki að vinna, þú veist, svona eitthvað svona því sem að... Engin eðlileg störf. Nei, bara á eitthvað svona eigin vegum eitthvað til þess að halda eitthvað ráðherra við völd að meðan að hinn ætti að vera bara sinna almanna hagsmunum. En Bjarni, hann bara með aðstofmann, hann ekki með marga. Ástæðan hann búin að vera hann meira minni 10 ár. Þannig allt ráðuneytið bara meira minna aðstofminn hans. En svo ég var að vitna í áðan hvernig sko fréttatilkynninguna frá þeim eru ekki upplýsing til almennings um hver staðan í samfélaginu heldur verið að reyna að selja almenningi að Bjarni sé frábær fjármálaráðherra þó að öllu séu það ljóst út allan heim og kom alveg fram í Panama-skjölunum alls konar, hann alveg til skammar að skula fjármálaráðherra. Það bara þannig. Já. Og ykkur hafa haldið því bara, eins og þú sagði með Ásgeir Brynjar, hann veðjar á það eða hún sýnist að eftirmælinu Bjarni veri ekki merkileg. Nei. Og það sem verið að vitni í, eins og Ásgeir hefur ágætað að benda á, þegar við tala það sem hann að segja, að það koma svona skýrslur Ísland frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum til dæmis. Og þá það kynnt sem eitthvað svona stórkostlegar að Alþjóðagjaldeyrissjóður bara eigi ekki orði við hvað Bjarni sé frábær. Og þetta byggt á okkur fréttatilkynningu frá fjármálaráðuneytinu. En þegar sko tilkynningin frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum lesin, að þá hún á svona kurteisan hátt eins og alþjóðastofnanir gera að segja að hér sé bara margt sko stórlega bara í vondum málum sko og það þurfi bara að grípa til þess að gangi ekki að vera að reka ríkissjóð með svona miklum halla í góðæri og verðbólgu og annað slíkt sko. Og það verði að þú veist þá bent meðan annars á að hægt sé að afla tekna sem bara no í huga Bjarna sko. Já. En getur ímyndað okkur að hvalveiði bannið Bjarni kom inn á völlin sko, hvalveiðibannið, það sem að sjálfstæðismennum mjög illa við. Já, þá það þannig. Það styttist þetta til 1. september. Já, og það verður að vera bjart úti, svo þetta veða hval, skils mér. Það ólíklegt að það verði vertið fram á jólum. Nei, en samt sko starfsmennirnir á launaskránu. Já, og það verður að tala um svona 1 mánuð kannski, það verður leyft frá 1. september, þá það kannski búið svona 15. október, náði eitthvað kannski 1/3 eða 1/4 því sem annars hefði verið. Gæti VG sætt sig við þessa niðurstöðu gegn því að sko Bjarni segir að annars bara hætt við að sko ríkisstjórnin verði næstu óstarfhæf, allt sem að þið leggið til að það verður ekki samþykkt. Og þá segja þær og Guðmundur. En hvað það sem við myndum þannig á í gegnum þingflokk og þá semjaði eitthvað það gegn því að Bjarni fái að veiða hvali eða Jón að Bjarni fái að hvali og bjarga andlitinu. Það ég minna allt umsemjanlegt í pólitík. Já. Þannig að ég minnst það ekkert líklegt sko, minnst það ekkert ólíklegt að kæmi ekki svona niðurstaða sko. Já, það allan að Mr. Loftsson, hann reiknar með því. Já, ég held það. Já, að hann fari bara 1. september til veiða. Ef af þessu yrði, þá væri gaman að hlusta á Svandísi, færa rök fyrir því af hverju sé snjallt að leyfa hvalveiðar 1. september sem var ómögulegt. Hvað var það, 15. maí? Og það flagg hefur ekkert breyst þarna sem... Nei, ekki breyst. Ekki neitt. Það óbreytta forsendur. En ég held að sko forustu fólk ríkisstjórnarinnar fari í alls konar svona samninga. Sigurður Ingi hlýtur að koma og vilja að fá, ég vil fá okkur samninga það sko. Ég get ekki verið að halda alltaf okkur glærusýningar göng hér og byggingahúsnaði þar og svo kemur Bjarni og flautar þetta alltaf af. Ég verð að fá að lofa 4.000 íbúðum á þess að tekja af mig bara daginn eftir. Já, og líka í samgöngumálunum. Já. Bara, sko, ég keyri kanavi einu nokkuð oft, sko. Og þetta orðið bara, sko, lífshættulegt. Þetta bara eins og maður sé að sigla bara á móti stórsjó, sko. Það lífshættulegt. Þetta svo djúp hjólför að þetta hlýtur enda við katastrófu og það bara búið að slökkva á malbyggunarvélunum. Við hefum ekki meiri pening. Þannig að flokkarnir hljóta að fara að semja hvernig ætlum við að komast í gennum veturinn. Já. Og einhver vill koma þessu í gegn og annar vill koma þessu í gegn og það var að semja það. En Sigurður hefur mikið að semja, hann vantar mikið að standa við eitthvað þessar glærur sínar, bæði með íbúðun, samgöngumálin og eflaust fleiri innviði sko.
svo þarf ríkisstjórnin að leggja eitthvað til í tengslu við kjarasamninga. Þannig hún þarf að hafa sko einhverja burði til þess að ná því saman. Já. En ég held að þau séu, ég veit það ekki, kannski ætlaði bara den tíð, den sorg sko. Svo veist, það kemur eitthvað upp, það kemur alltaf eitthvað upp og við leysum það bara þá, alltaf hugsið ekki bara þannig. Ég held að ekkert að þessum þremur, Katrín, Sigurður eða Bjarni vilja hætti ríkisstjórn. Nei. Þetta verða frábært líf, verða ráðherra. Já, eins og þú segir alltaf með nýbónaðan ráðherrabíl fyrir utan. Já, bara sem í hægaganginu fyrir utan, býður eftir, þannig að þú borðar á veitingastænum. Þetta er náttúrulega furðuleg lífskjör sem almenningur á mjög erfitt með að tengja við og þú veist, ferðirnar úti það sem allt borgað undir þig og tekið á móti þér eins og með sko lífvörðum og eins og sérstu alveg bara very important person sko, sem þú ert kannski ekki. Nei, þetta er satt. Það er erfitt að missa þessi lífskjör, samt sem áður er nú einhvers staðar nú svona pólitískur áhugi vilji í þessu fólki. Ég veit ekki. Jóans. Millikettinir, vinnur okkar. Þeir tala þannig, eins og pólitíkin eiga snúast hugsunir. En ég held að þau sem eru raunverulega að fara með völdin í þessu flokkum ekki þar sko. Nei. Þessi bara, mannstu hvað Styrmir sagði? Það eitthvað hugsunir sko. Þetta er bara hagsmuna. Já. Þetta er það. Og hagsmunin koma alltaf fram fyrir hugsunina. Það er bara margs sannað. Hugsunir eru bara fyrir áramótavarp. Kannski 17. júní. Ræðu svona á landsfundi. En hugsjónir ekki eitthvað sem hún vinnur við kæri segja. Nei. Nei, sko, staða þeirra allra flokkana þriggja er erfið. Og nú eru sko ekki sama hvernig þau stíga næstu skref. Við megi ekki veikja flokkin sinn. Ekki gramm, sko. Já, ekki frekar norðið því að sko ef að fer illa fyrir vinstri grænum að þá hvað þá? Það er sko, þá er í lífshættu sko. Já, ég held að þessu allir flokkarnir eru í það sem að getum ekki kalla þetta svona tilvistarlegu vanda. Jó. Að þú veist, ef að það kannski fyrir að versna, segjum að það haldi áfram hrörnun fylgis þessara flokka í hálft ári viðbót eins og hefur verið undan fyrir hálft ár. Þá sko eru þeir allir komni bara á hættusvæði. En við gleymum reynda Smári einu stóru máli. Það er hérna það sem að Svandís er að gera með samkeppniseftirlitið undirbúa lagasetningu stjórn fiskveiða. Og hún getur ekki lagt fram eitthvað, breytingar á lögum stjórn fiskveiða sem framvald af því sem er. Já. Það er vonlaust. Já, nei, ég held að geta það sko. Ég held að geta það. Það hefur komið svona áfangaskýrslur í þessu og ég hef ekki bara heyrt betur en að hún sé að tala hvað þessi frábær vinna og svona, en þú skoðar hvað nefndirnar eru svona að leggja til þótt þessi ekki komnir endalega tillögur, þá er það bara kvótakerfið er gott, maður má ekki raska því. Eina sem vandamálið er að sko félagslega kerfi, strandveiðar og annað er of stórt. Nei, þetta er líka sko hvað fólk má eiga stóran hluta af kvótunum, eða félögum eiga stóran hluta og svo er að taka hérna krossengslinn. Það er það sem hún er að byggja sanginseftirlitið að skoða. Já, og það sjáðu Guðmund Kristjánsson í bréfi. Hann er til að borga 3,5 milljónir dag fyrir hann að upplýsa þetta. Það er þetta búin að kæra sá ákvörðun, en það er sama. 3,5 milljónir dag sem er náttúrulega engin peningu fyrir þess að gæja. En þarna held ég að sé ótti sko við að ef hún kemur með frumvarp, með talsverðum breytingum og það mun auka fylgi við vinstri græn. Það er, ég hef bara verið að... Já, ég má vona, ekki... Það er ekkert í þessum áfangaskýrslum sem benda til þess að þannig verið lagðað til einhverja breytingar. Reyndar er þetta atriðið, þú veist hvað, hver má eiga mikið hluta á kvótunum. Það hefur alltaf verið svona óafgreitt, en það hafa menn bara horti ekki fingur sig við það að bæði Brim og Samherji fara langt umfram þetta sko. Það tala ekki með þú reiknar þetta sem svona auðringi, tekur Samherji og Síldar vinnsluna á Neskustad og fleira sem saman sko, þá er þetta komið bara, er ekki komið við 20%. Alltaf ekki. Og svo er Brim náttúrulega þarna bróðir Guðmundar í Rifi með líka, þannig að það eru þeir skildir aðilar? Ja, þeir hafa klofið svolítið á milli, þeir skiptu fyrirtækinu á milli sín, þannig að Guðmundur í Brim hann á einn útgerðarfélag Reykjavíkur
og greiddi sér arð daginn. Já, hann var ágætur. Já, það var ekki 5 milljarðar. Eitthvað liðs. Ég skrifaði eitthvað það. Hann ég reiknaði út að vera á 285-földum hlut á við starfsfólkið og hann hefur grætt sko persónulega, ef maður tekur bara hvað eignin hefur vaxið mikið í höndunum á honum í 12 ára á tímabili, þá hefur hann grætt 12,9 milljónir á hverjum einasta degi. Já. Þannig hann gæti borgað þessa dagsettir sko sjálfur persónulega. Á þess að finna fyrir því. Á þess að finna fyrir því. Vætti nóg eftir sko. Já. Þú ætlar að slökkva þessa von mín að þarna komi eitthvað nýtt umræðefni svo tviskveða. Já. Þetta verður bara sama ykkitt. Nei, ég ætla að bera fyrir mig aðra menn. Ég hef talað hérna við Rauðaborðið, við marga sem eru utan sem stórútgerðarnar, en eru sko hagsmunaaðilar í sjávarútvegi, smábátaeigendur, fiskvinnslustöðvarnar sem ekki með kvóta, strandveiðimenn, sjómenn og eitthvað fleira. Enginn af þessum hefur neina trúað því að þarna kom einhverja breytingar sko. Eða þvert á móti sko. Og menn koma eru dregnir inn til einhver svona sýndar samráðs, fá að segja eitthvað í 20 mínútur, svo situr bara lið sem með sko hagsmunatengsl inn í stórútgerðina allt í kringu borðið og bara stýri sjóinu sko. Því miður þetta svo svipað og við endurskoðun húsnæðismála hefur hlustað á Guðmund Hrafn Arngrímsson í samtöku leigjandana lýsaði hvernig það að koma á þessa fundi. Þar sem hann kannski einn með 40 manns í herberginu, allir eigendur á sínu húsnæði, sumið sko leigusalar, hann eini leigjandinn og og hann kemur með eitthvað sko nýju athugasemdir. Og það verið hvað eins og sem verið að trufla sko partíð með því að taka inn eitthvað svona hagsmunamál leigjenda Við erum ekki að tala það Guðmundur sko. Það bara seinna. Já, það seinna. Við erum að tryggja það að ef að menn eiga íbúð að geta grætt á henni með því að vera með nú leigumarkaði. Já, svo kom út í reikningarnir að hverju græði ekki á henni sko. Jú, eða það leigjendur sem í þessar nefndir sem eru einstaklega ósýfnar, þessar húsnæðisnefndir, þær koma með það að raunverulega sér staða leigjenda batna. Já. Bara talnaleikum í. Já. Fara með því að skoða, uppáhaldið þeirra að taka viðmuna inn í mitt COVID, af því að í COVID þá hættu ferðamennirnir að koma og þá hætti innstreymi erlends vinnuafls að koma. Þannig að slaknaði aðeins á húsnæðismarkaðnum, mikið af íbúðum sem hefðu áður verið í Airbnb komin á markaðin, þannig að það hætti að hækka húsaleigan um smá tíma. Og þetta uppáhaldið að segja, að mér sýnist það nú að bara að leigumarkaðin sé að jafna sig, segja þeir til þess að geta setta inn í skýrsluna, til að leggja það til að það þurfi enga sérstakar aðgerðir til þess að hjálpa leigjendum. Þetta nú mikið svona, sko. Já, þetta svona að segja ástand ýmsöðru verður átakamáli í vetur. Já, hvar fara átakið fram? Tengst við kjarasamninga og ég held að. Hvar fara átakið fram? Hvar fara átakið fram? Verður það þannig eins og síðast þá samdi starfsgreinasambandið fór svo að fund eitthvað hjá Katrínu og Bjarna og út úr þessu kom að það var flýtt aðeins einhverju svona vísitöluhækkun á húsaleigu. Og þannig að viðmiðunarmörkin skerðingamörkin voru hækkuð eitthvað aðeins bara í takt við verðlag. Þetta var eina sem að kom út úr þeim samningum sko. Já. Það eru rosa margir í verkefnishreyfingunni sem eru raunverulega ekkert að reyna að bæta kjörin sko. Þau eru bara að reyna að ná einhverjum samningum, einhverjum svona samkomulagi að heilsa í forsætisráðherra eitthvað svona dót og koma með eitthvað sem getur lúkkað sem einhver aðgerð, en það kannski bara ekki neitt. Já. Nú hann nú ekki reynt mikið á nýjan forseta Alþýðusambandsins. Nei. En hann sem kemur trúverður svona fyrir, það svona þungi í honum. Já, hann vil halda svona frið á heimilinu. Já, innarhefingarinn. Já, hann vil ekki að segja ykkur uppi vörslu semi og leiðindi. Já, það veitur nú kannski ekki af aðeins að bera klæða á vopni það. Nei. Því að sko sundrungin, hún bætir ekki. Hann hafði tækifæri til þess að tala um leigumarkaðinn þegar þessi hvítbók kom hann inn. Húsnæðismarkaðinn, mér finnst hann ekki gera það. Já.
Nei, ég ekki að segja maðurinn Nei, ég sko hann svona þekkir þetta, hann búin að vera lengi í þessu. Kannski, heldur það sé ekki kostur? Ég veit ekki. Það sem ég að reyna kannski að orða, sem ég kannski klaufi að orða, að það ofta eins og forseti ASÍ eða formaður BSRB eða í ykkur svona þessum félögum. Og svo kemur ríkisstjórnin með eitthvað og þú veist, þú hafði kannski svona væntingar en það hún fær svona. Þá upplifir að fólkið undanþengjalaust að það verði að byrja að segja þarna eru náttúrulega jákvæð skref stigin í sambandi þetta litla sem en sem að kannski ljósið sem að þurft að gera skiptir bara engu máli og bara hentana inn bara til þess að taka af sko verkefnishreyfingunni fyrstu 4 setningarnar að ríkisstjórnin sé að sko stíga á móti kröfum verkefnishreyfingarnar þegar hún raunverulega ekki að gera það. Að vera að taka inn svona bara sjálfsagðar vísitöluhækkanir og kynna þær eins og okkur svona efnahagsaðgerðir sem bara þvæla. Já, en oft það nú þannig samt að hérna það hefur verið sagt að ríkisstjórnin hafi ekki staðið veitt einast orða því sem þeir sögðu og gerðu. Þetta er bara búið að vera í ára raðir svona. Ríkisstjórnin sendur ekki það sem hún segir. Og kannski verður engin breyting á því, ég veit það ekki, en ég er að vona að verði bara svona kröftu bara á það því það er fyrir mikla að berjast. Við erum að heyra fréttir af fólki sem hefur það sko verri að vont sko. Og til þess að það ætti að vera, segjum að það ætti að vera, nú ætla verkefnishreyfingin að koma fram og vegna þess að búið að svíkja svo margt sem að henni verið lofað, að þá setur verkefnishreyfingin fram þá kröfu núna, við viljum fá pakka ríkisstjórnarinnar núna, svo ætlum við að fara semja við þessa. Við viljum fá það og við viljum fá það bara samþykkt sem lög, áður við byrjum. En ég held að það verði ekkert sko. Nei, ég er svona í mörg ár hafi ég alltaf, þegar ég sá hérna alltaf svona forkólfan að vera sjónvarpsfréttum að gangi inn í stjórnarráðið, þá alltaf, þá er það búið. Þannig að menn finnir svo til sín að vera að sitja inn í fundarherbyggi ríkisstjórnarinnar og tala við forsætisráðara og þá, jú. Og þá kom samningar í framhaldinu sko. Allir voru ósátti við. Svo reitt í þessu sem að tengist kannski svona ástandandi ríkisstjórnin líka, að sjálfstæðisflokkurinn, hann er alveg sérstaklega þolinn í því að svíkja lofar sín. Og það gerist þannig að það er kannski samþykkt eitthvað, eins og setja leigubremsu, það er samþykkt gagnvart aðalum vinnumarkaðarins og kvöldum, og það er samþykkt inn í ríkisstjórninni, en svo verður það ekki. Og ástæðan er svo að þó þessi búið að samþykja það, og svo kemur frumvarpið, að þá bara einhvern veginn rekst það illa í þingfloknum, með blessun formannsins og allt það, og bara kemst ekki það út. Eða þá að það er þynt svo mikið út að frumvarpið sem kemur út bara skiptir engu máli. Og sjálfstæðisflokkurinn er bara, hann er góður í þessu sko. Já, fyrir sína. Já. Það er bara, hann er alveg til að skrifa undir og taka í hendur og hann lítur aldrei svo á að það sé lofar það sinni halvu. En hann lítur alltaf á það ef að þú skrifar undir eða lofar ykkur gagnvart honum að þú var að standa við það. Og það er bara, þú ert óstjórntækur, þú bara bæðist niður þegar á reyndi, alls konar svona frasar, þú kannast við þetta, svona Davíðs Oddssoníska eitthvað, allir séu aumingjar sko. En gagnvart honum sjálfum, sem aldrei stendur við neitt sem hann lofar, það er aldrei gerað sömu kröfur á hann. Nei. Þetta er þetta eðli íslenska stjórnmála sko. En þegar við erum að tala um íslenska stjórnmála og tölum við alltaf bara sjálfstæðisflokkin, það verið núna í sumar af því að hann hefur verið áberandi sko. Ég var nú að reyna að spyrja þig hvort að þessi óróleiki inn í sjálfstæðisflokknum hefði ykkur áhrif af VG eða Framsókn. Ég veit ekki. Mér finnst Sigur Ingi held ég aldrei verið spurður út í það. Ég hef ekki séð það. En hann er náttúrulega, sko, ég reynda að við vorum að tala um hann áðan, að þá er það sko eftir næstu kosningar af einhver ný ríkisstjórn. Hvað heldur taki langa tíma og mikla pening að skrúa tilbaka þessa ráðuneytabreytingar allar? Já. Sem var bara eitthvað þvæla sko. Já, núna bara, það eru 3 menntamálaráðherrar. Ég hef engan heyrt talað um það að þetta hafi verið snjallt eða þarft eða neitt. Bara því að hann þurfti ráðuneyti sem myndi vega þriðja mest í flórunni. Katrín og Bjarni og svo hann að koma hann strax eftir. Og þá var bara sópað ykkur dótið saman, skipt inn við ráðuneyti. Engin veit raunverulega yfir hverju Áslaug Arna er ráðherra. Nýsköpun og háskóla. Háskóla eitthvað meira sko. Eitthvað... Já, en þetta er sko, og svo er Lilja með framhaldsskólana og Ásmundur Einar með barnaskólan. Þetta eru 3 menntamálaráðherrar.
Ég hef ekki hert neitt sko talað að þetta sé eitthvað sniðut að það hefur verið gert út af einhverju sérstökum kröfum, ekki þessu breytingum, það voru gerðar út af einhverju svona kröfum út úr samfélaginu. Það var bara kröfu Sigurðar Inga að fá þyngra, það vildi ekki bara vera samgöngur á þeir eða eitthvað, hann vildi við fá mikið meira og fekk það. Hann er búin að vera með glæru sjó sko upp og niður, nánast frá því hann byrjaði. Og þetta var líklega ákveðið á fundu þeirra þriggja, því að hinir ráðherrarnir, að þeir vissu alltaf yfir hverju voru ráðherrar sko fyrstu vikuna. Sko, nei, og alltaf hvað þið hétu ráðherrinn. Nei. Þannig að... Þetta var svona. Já. Þannig að ég held að þau upplifi að þau eru bara einhverjum klúbbi og þetta er bara þeirra. Þau með alveg ræri í þessu og þau með að segja þetta og ljúga þessu og eitthvað svona. Og þú veist, og ég held bara að upplifa það að þau séu bara svona topp og veit eitthvað, þetta sé þeirra partí. Svo Áslaug Arna ætlaði að vera með svona farandar á þeirra bara og ekki neitt sko stórt ráðunni þennan, en nú er hann búin að fá inn í nýja Landsbankahúsinu. Já, hann 9 milljarða húsinu. Já, þar verða þær saman. Það verða 6 milljarðar, það er 9 milljarðar. 9 milljarðar. 9 milljarðar ábyggilega. Þar verða þær saman, hún og Þórdís K.R. Hjálfsdóttir. Já. Í þessu fína húsi. Já. Og þá er hún ekki farandar á þeirra lengur, ekki sem fær svona fallit hús. Nei, þetta er bara það. Þetta er ekki gott, sko. Nei. Það er ekki gott að við erum smáþjóð. Við náum að vera 400.000 svona fyrir 1. desember. En við getum ekki borið eitthvað svona vitleysu, sko. Eitthvað svona hús yfir eitthvað ráðuniti sem bara með allri virðingu sko, skipta sára litlu máli, sko. Já. Þú veist, samfélaginu er ekki styrt innan úr ráðunitunum, sko. Nei. Það er styrt í fjármálaráðuneytinu samt skattlagning og aðra slíkt. En þú veist, þetta er ekki svona, eitthvað svona geimskip og þau séu í brunn einhvern veginn að stýra öllu, það er ekki þannig, sko. Það er bara aðri hluti sem bara skipta miklu meira máli, sko. Verkalýðshreyfingin, alls konar fyrirbrigði sem bara skipta miklu meira máli heldur en hvað þetta hóttir að gera. Það var til í ráðuneytunum sem enda kannski sem lög í landinu. Þau eru að semja lög. Já. Og en hvaða hverju voru svona 10 bestu lögin sem voru sett á síðustu 10 árum? Þú ert að meina sko lög frá Alþingi en eftir dægulög. Þú ættir ég vandræða með það. Það er líka að hugsa um það því að við erum að horfa á þetta svona fólk sem er bara í ykkur partí. Þú veist, hvaða af þessu stjórnmálafólki talar til þjóðarinnar eins og við segjum að við séum hérna á skipinu að við erum hér og við viljum komast þangað og til þess að komast þangað þá þurfum við að gera þetta og þetta og þetta og þetta. Ég kannast það við engan stjórnmálamann sem talar svona. Nei. Það er bara eitthvað neginn, já við verum að bregðast við þessu, við verum að bregðast við hínu og jú, er ekki bara allir í stuði, er ekki allir bara sexy, eitthvað svona tal, sko. Þannig ég er alveg stundum, getið tekið undir með Sigmundi Davíð, að það er ekki stjórnmál í stjórnmálunum. Nei, það bara er þannig. Svona er það. Það er bara, hagsmunirnir eru ofan á. Og kannski þess vegna erum við að tala Sjálfstæðisflokkinn sem er náttúrulega flokkur þeirra sem fara með völdin í íslensku samfélagi. Já, hann er flokkurinn. Fara með flokkur Samtaka atvinnulífsins og Samtaka iðnaðarins og viðskiptaráðs og Brim og Eimskip og Hvals. Og hefur ítök bara allt samfélagið. Þannig að hann er sko aflans meira heldur en kjörfríkið. Nema það sé bara detta af peningarnir eru bara svo mikið afl. Ég held að Bjarni sé bara góður þessu. Að halda svolítið fyrir þá. Að samfélagi sé svolítið til fyrir hagsmunagæslumaður bara. Það stundum finnst manni að því að þessum öflum, peningaflum, hafi tekist að heila þó þjóðina. Það því við vorum að tala hvalrekaskattinn sem að settur að koma í frétti núna því að Lilja? Nei, því að Ítalir voru að setja hann á. Já. Og þá tók ég eftir því að voru fréttir í öllum miðlunum voru gengi banka á Ítalíu hríðfalla. Já, ég sá það líka. Sko, þetta er ekki málið, sko. Málið er þetta aðgerð til þess að sækja ógnarhagnað bankana sem að hafa orðið til... Sem þeir eru ekki fyrir að fá. Nei, sem hafa orðið til vegna aukinna verðbólgu og hækkunar vaxta
sem nákvæmlega sama og gert á Íslandi, þá ætlar ítalska ríkisstjórnin eins og aðra ríkisstjórnir að taka þessa peninga og láta þá til þeirra sem að hafa borið mestu byrðarnar út af verðbólgunni. Í íslensku fjölmiðlum, sem eru bara heilaþvegnir af SA og félögum og nýfrjálsliðinu, þá þetta frétt það að hlutabréf í bönkum og Ítalíu séu að falla. Svo þú skoðar þetta, það voru ekki svona falla. Það voru eitthvað svona 6-7% og ef þú fórst bara aðeins aftur á bak þá var það bara svipuð verðlagi og miklu hærra en það var áður en vextinir hækkuðu. Þannig að þú veist, skárra væri það nú ef að hækka. Vistu aðeins þess að... Það kemur einhver gusa peningum sem að hækkar hlutabréfaverðið, svo er tekin hlutagusunum tilbaka og það lækkar aðeins, bara er þetta frétt, þetta er bara lengi frétt. En hjartað í íslensku fjölmiðlum... Tilgangurinn. Hjartað í íslensku fjölmiðlum slær með hlutabréfa eigendum á Ítalíu. Og upplifa það ekki svo að nú sé ríkisvaldið einhvern veginn að ráðast inn á það og eyðileggja verðmæti sem að þeir hafa búið til. Þú veist, þetta er RÚV, þetta er Mogginn, þetta er náttúrulega Viðskiptablaðið. Þetta er bara eiginlega samanlögð fjölmiðlar á Íslandi sem að horfa virkilega á heiminn þannig að fréttin í þessu séu hvort að hlutabréfin sé að lækka ekki, sem að skipta engu máli. Nei. Stundum undraði með þessu, sko. Já, nánast daglega, sko. Eina dagblaði landsins er nú svolítið sérstakt. Já, ekki á góðri leið. Ekki á góðri leið. Nei, alls ekki og búið að vera náttúrulega á niðurleið mjög lengi sem og flestir aðri prentmiðlar reyndar meira, ég gerði dunda mér ekkert við þetta að sjá falli frá því að Davíð tekur við það er miklu meira, þú veist ég held að sé að finna Boston Globe sem hefur fallið meira en annars er hann bara nála heimsmeti, sko. Það er ekki fyrsta heimsmeti hann setti heimsmeti í skipun Sendera. Og hann lendi á listanum yfir 10 verstu gerendur hrunsins. Þannig að það var svona usual suspect mynd á honum sem ofta verið drift. Hann muni örugglega lenda á listanum yfir 10 mennin sem eyðilögðu dagblaðútgáfu á heiminum. Já. Nei, þetta er alveg rétt, sko. Hann er svo er bara hjá mörgum er svo mikil trú á honum að bara allt sem hann segir og gerir, það er bara rétt. Af hverju heldur það sé? Það var einu sinni stór. Já. Þetta er svo menn sem er alltaf tíkna Churchill sem er bara ég þarf ekki að skoða Churchill lengi til að sjá að þetta er bara þú veist, það sem hann stóð fyrir bara hryllingur, þetta er heimsvaldasinni ótrúlega fyrirlitningu á verkalýðsstéttinni, fyrirlitningu á öllum sem stóðu veikt, hryllilegu maður og hryllilegu stjórnmálamaður. En það er náttúrulega lifir þetta sem sagt í lokin á stríðinu, sko. Já, en spurðu Bretana að eftir stríðið þá fengu þeir að kjósa og hentu honum út og kusu freka verkalýðsflokki sem að kom með byggðu upp félagslegt húsnæði og byggðu upp ókeypis heilbrigðis svona slíkt, þeir vildi ekki þá hann að kall. Já, ég átti við, Smári, að sko allar svona umfjallanir seinni heimsstyrjöldina, að þá eru þeir svona dreknaðar þarna persónur og hann er á þeim bekk, sko, en þá er ekkert verið að tala um pólitíkin, heldur bara það að hafa verið forsætisráðherra undir þessum ömurlegu aðstæðum. Það er bara þessi hægri menn taka eitthvað svona kalla og gera, ef þú ætlar að fara horfa á seinni heimsstyrjöldina og taka eitthvað kalla þó þeir hafi verið slæmir en frömdu afrek í því að stýra sínum þjóðum í gegnum heimsstyrjöldina og unnu seinni heimsstyrjöldina, þá situr upp með Stalin, sko. Það er ekki þannig, það er ekki til Stalin félag út í bæ þar sem að menn að hittast og reykja vindla eins og Stalin gerði að drekka vodka sem hann gerði. En það er einhverjir hægri kallar sem að hittast bara líklega upp í Valhöll og eru bara að halda eitthvað að því eru svo ánægð með Churchill. Sem er bara skaðræði, sko, í pólitísku hugmyndarfræði. Já, það er sko, þegar þú ert að segja þetta, þá fer ég svolítið að hugsa sko, Bjarna Ben eldri. Að ég held að, sko, pólitíska sagan hans hefur aldrei verið skrifuð. Ég held ekki. En þar voru persónur njósnirnar. Alveg. Það er náttúrulega eitt kafli sem að vantar sárlega í Íslandssöguna. Það er eftirstríðsára saga, pólitísk saga, hægrisins, hvernig hægri náði völdum á Íslandi og hvar þeir sóttu línunar hvað þeir átt að gera
í persónunjósnum, í það að hindra það að pólitískir andstæðingar fengju lán eða starf eða nokkurt framgang eða lón eða vinnu eða bara hvað sem er. Og hvernig þeir notuð, og ég held að því að það hefur nú komið fram að þeir sóttu nú fundi einu sinni í viku í bandaríska sendiráðið og hittu það náttúrulega bara leyniþjónustumenn sem voru bara að ráðleggja þeim hvernig þetta var á tímum McCarthyismans, þetta var á tímum það sem að aðferðir hægrisins og Ítalíu við að halda kommunistaflokknum þar frá völdum voru bara svívirðilegar og menn sóttu bara sömu línandi þangað og mér finnst það er að segja þessa sögu og Bjarni Benediktsson er náttúrulega stór aðili í þeim máli. Hann er svona hjartað í sjálfstæðisflokknum á þessu leyti, kalda stríðshjarta. Gæti heita það bókin. Kalda stríðshjarta. Maður með kalda stríðshjartað. Mér finnst hérna og það tala Moggan, það er í einna bókum Styrmis Gunnarssonar, þar segir hann frá því þegar það var landsfundur í Háskólabíó og hann var ekki vel sóttur og þeir voru alveg vandræð með það og þá tóku það til bragðs að slökkva ljósin efst í salnum og setja borð fram í andinu þar og segja bara því miður það setju öll inni þegar verið að sýta hér þegar ljósmyndarnir kæmi að það var tróðfullur salur en það sá enginn í myrkri þarna uppi þar sem sat ekki nokkuð maður og býttu nú við þegar að þetta er allt engar gengið þessi fundur og þá hóar Bjarni Benediktsson í Styrmi og Matthías og koma heim til sín til að velja forsíðumyndinu daginn eftir til að þetta myndi nú er ég ekki að skálda þetta heyrði þetta eitthvað starf út í götu Styrmir skrifaði þetta í eina sínu bókum og þá var sem sagt ákvörðun forsíðu mynd Morgunblaðsins tekin á heimili Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra til að blekkja fundasókn á landsfundin og þau beygðu sig undir þetta ritstjórnir og fannst þetta vera bara hið rétta. Og Styrmir hefur nú oft fjallað þennan tíma sem svona tíma sem að hugsununa skipta máli af því þá töldu menn sig verið bara í stríði og í stríði þá helgar tilgangur í meðalið og þessi hlutir og slæmi hlutin sem þau gerðu höfðu allt í einu svona hugmyndanlegan inntak og voruðu að góðum verkum þó svo þau væri að níðast á öðru fólki Stæðst í glugginn sem að ég veitir núna inn í þennan heim er bóki sem að Guðni T. Jóhannesson skrifaði Gunnar Thoroddsen vel skrifu bók en það er engin pólitík í henni það er bara fyrirgreiðslur og komið vekk fyrir að óheppilegir næðu einhverjum framgangi það er engin pólitík í þessu þetta er þykk bók Gunnar Thoroddsen sem var borgarstjóri hann var ráðherra hæstaréttardómari, sendiherra allt það er bara engin pólitík þarna þetta byggist allt upp en ég man ekki hvað það var hérna lítilfjörlegt sem að þegar hann vindaði ríkisstjórnina Gunnar Thoroddsen að hvað hann vildi fá inn í stjórnarsáttmálann það var, ég man það ekki það var svo eitthvað engin pólitíkir í, skipti engum máli í rauninni, hann bara alltaf ná þess að ríkisstjórn saman og ekki fara fram á neitt nema eitthvað kannski Löndunakrana eða eitthvað það, djúbói. Og vinnu fyrir eitthvað tiltekna kalla. Nei, þetta var bara eitthvað eitt atriði, Svavar Gestsson sagði mér þetta og hann og Steingrímur þeir ætla ekki að trúa þessu þegar fóru á fund til hans, hvaða gröf hann var með og þeir bara svo já. En þetta var svolítið þannig. Þeir heldur náttúrulega völdum þannig, þetta er náttúrulega svona í grunninn er þetta, maður kallar þetta svona valdaránsflokkur, þar sem hann næri eitthvað af völdum og nota svo völdin til þess að viðhalda völdu sinum, þetta er svona sama og repúblikanar er að gera með því að færa til kjördæmin og það er bara allt til þess að viðhalda völdum og sjálfstæðisflokkurinn alltaf hegða sér svona. Og klekkja á öðru fólki. Og svo er það þannig að það er fólk inn í flokknum sem upplifir það að flokkurinn hafi stuðlað að bættri efnaðslegri stöðu sinni en það var vegna þess að þeir voru inni og fengu þá stöðurnar sem að hinni fengu ekki eða lánin sem að hinni fengu ekki og upplifir það að sjálfstæðisflokkurinn hafi verið einhvern veginn fært einhverju rosalega velsæld inn í Íslands samfélag. En bara horfi ekki sjá ekki myndina sem er allt það sem að sjálfstæðisflokkurinn raunverulega kipti fótunum undan fjölskyldum hér og taldi sig hafa bara
Það verið bara í heilum rétti til þess. Já. Bara saklausu fólki sem bara hafði aðra hugsjón. Já, voru bara að bjarga íslensku samfélagi og gott ef ekki heiminum og hvað eina, sko. Vara við mönnum eins og þér. Já, alls konar fólki. Nei, en þetta saga sem að verður að segja hérna. Íslandssagan mjög skökk og ég held að það sé einhver leiti, sko, vinstri þetta hugsanis, ekki hugsa út frá sinni eigin sögu og hvað þau náðu fram eða hefðu geta náðu fram og náðu ekki fram. Þetta horfa á andstæðingin. Ég held að það það sem að vantar svolítið í svona hugmyndir vinstrafólks baráttuna. Þú veist, hver andstæðingurinn, hvernig hegðar hann sér, hvaðan kemur hann, sem að ég held að það gott að því. Og það kannski myndi hindra það að VG og Samfylkingin og þú veist, vinstri hluti Framsóknar væri alltaf að, þú veist, draga þetta fólk til valda, sko. Já, alltaf. Það orðið svolítið þreytt. Herðu. Já. Nú erum við komin í svona, byrja að horfa á þetta úr háum turni. Nú, það ekki annað. Nei, en ég á tindin. Nei, fara yfir svona langt svið, sko. Já. En núna haustu að koma. Já. Það var náttúrulega lögð fram fjárlög þegar þing kemur saman. 12. september. 12. september, það stutt í það. Já, það verið eftir mánuður. Og hérna þú varst nú eitthvað að segja að Bjarni hefði verið á vindsenginni en það er náttúrulega fjármálaráður að vinna allt sumarið. Ég trúi ekki að hann hefur slögt á símanum í einhverja vikur. Það er náttúrulega allt ráðuneytið. Nei, kannski lagt einhverja línur á hann að fór. Allt ráðuneytið á full swing yfir allt sumarið. Og meðan að verið að berja saman fjárlögin að það voru mikli samningar á milli. Kannski eru þau bara að koma til leiks núna og ætla að semja fjárlagafrumvarpið á mánuði. Já. Ég held að þá muni Katrín og Sigurður Ingi ekki uppskera mikið. Nei. Það því seinna sem hún kemur að verkinu. Þau segir þetta, sko. Þetta er svo einfaldur leikur alltaf, sko. Það hérna ákvarðanir teknar alltaf utan við þetta, sko. Að fjárlögin eru náttúrulega fjárlögin og við vitum það. En svo svona koma auka fjárveitingu hér og þar og annað. Ég held að, sko, að það verða að vera fjárlög. En svo hafa þau, sko, hvað ég var að segja, frelsi til að lofa út í loftið, sko. Eins og Sigurður Ingi með alla glæruna sínar. Ég hef svona stundum veltað verið nú, alltaf bara sömu glæruna. En þá verður of stórkallalegra, sko, nú byrjað að tala 15 ár, ætlaði að verja svona miklu peningum í 15 ár. Já. Sem bara innherslust kjaftaði, sko. Já. Og fjármálaáætlunin sem var, þetta áætlun sem að fellur alltaf bara á fyrsta degi, sko. Og samgönguáætlun, þetta bara, þetta fellur alltaf á fyrsta degi. Já. Það er vegna þess að það eru fjárlögin sem að kannski eru meira ráðandi í þessu heldur en hitt eða eitthvað. Jú, eiga að vera það. Ég nú ekki alveg tilbúin til að ég svona vera að reyna að hugsa með eintala eins og maður gerir stundum. Sko. En já, það eiga að vera það. Það er náttúrulega hvað mikið fer í hvað. Það er náttúrulega spennandi. Það er hérna, við erum við mjög mörg fjársvelt kerfi sem eru mjög nöðsileg. Já. Og það við getum séð, eins og þú talar sko, fjármálaáætlun og regulera sem eiga að liggja fyrir til lengri tíma. Og svo eiga fjárlögin að falla inn í það. Svo þegar eru kynnt stefna til næstu 5 ára eða eitthvað. Og það, Sigurður Ingi, það er ekkert húsnæðismálin þannig inn í. Já, það við komum að því bara inn í fjárlögunum, segir hann. En svo þetta sé ekkert að marka áætlunina. Svo kemur að fjárlögunum. Sem ekki. Svo kemur að fjárlögunum og hann er að koma fríi bara núna og þá að leggja þetta fram eftir mánuð. Þannig að hann kemur að svona til orðnum hlut sem er byggt á sko 5 ára áætlunni. Þannig að hans stótt er ekkert þannig inni heldur. Og svo fyrir hann eitthvað að segja, býta á ég ekki að fá eitthvað þannig inni og svona, já, nú fullt seint svona Sigurður að við erum að fara bara, þetta er að vera í brendun og eitthvað svona, þannig að þetta fyrir inn og við getum náttúrulega þetta eftir að fara inn í þingi og við breytum ykkur þar, en svo er það alltaf minna sem er breytt í þinginu, sko. Þannig að ég held að sko, svona straumurinn sem er bara að haldi svo óbreyttu, hann er mjög sterkur. Þannig ef að Sigurður eða Katrín hafði einhvern áhuga á því að breyta stefnunni, að þá væri þau að vinna að því sko alla daga en væri ekki að koma eftir Vestmannahelginu og alltaf bjarga ykkur, sko. Nei. Þannig að ég hef ekki trú að ég held þetta að verði sko fjárlög Bjarna Benediktssonar. Já, ég held að hann bara nenningin sem hlust á þau, sko. Nei. Hann er stæðst í flokkurinn, hann er ákveðnast í maðurinn. Hefur komist upp með það að gera það sem hann vill, hingað til. Akkur ætti hann að byrja að hlusta á þau núna. Þau eru ekki að hóta neinu. Það er hann sem er að hóta slíkt ríkisstjórninni. Nei, það er ekkert þeirra þriggja vill slíta. Nei, ég segi það svona úr hans ranni sem að kemur eitthvað svona hugmyndur. Það er engin, ég hef ekki séð Framsóknarmenn vera að tala um að
Nei. En nema þeir sem svona með annað fótinn inn í miðflokkum, sko. Já. Og ekki í vinstri grænu, þau eru svo veikri stöðu, það er. Ég er nokkuð þar. Þannig með það. Þetta verður samt 12. september, það þingi fyrir að stað og þá fara svona að koma svona pólitíska línur og þá kannski finnst samfylkingin. Já, sem að vill ekki segja neitt í ótta við að missa fylgi. Já, hvergi? Já. Hún er þetta búin að boða að hún fór hérna svona hringferð út á land. Já. Sem er svona falleg hugsun að fara svona út á land og koma svo með, þetta er gert á Broadway. Þú ert að setja upp einhverja sýningu, þá ferður svona eitt túr með hana til þess að pröfu kerrina og svo setur hana upp í Broadway og sömuleyti er hugmyndin svo að þú ferðu að því að þú ert kannski inn á Broadway og allir með svona listrænar hugmyndur og eitthvað svona og hætt við að hópurinn setja upp eitthvað sem er ekki svona fyrir alþýðu skap, þannig að þú trillar með hana kringum eitt ring og kemur með hana og þá ertu búin að sannreyna hana. Kristrún hefur trúið þessari aðferð við að fara svona með eitthvað mál í hringinn í Grúnlandi. Eins og þeir gerðu á Rauðu ljósi, Jón Baldvin, Ólafur Ragnar. Það er svolítið munur. Ég veit ekki hver hlutaldi var þegar þeir fóru, en fólk sem að býr utan klukkutíma radíus frá höfuborginni, sem að getur bara komið í Laugardalsvöllin á fund, það er 15% af þjóðinni sem býr þar fyrir utan. Það er 85% af þjóðinni sem býr í Borgarnes, Selfoss, Reykjanesbær. Þannig að þessi hugmynd að vitið hjá þjóðinni sé í þessu 15%. Ég veit ekki, kannski er það þannig, sko. Þetta er svona oft í bókunum hans Laxness. Það er allt vitið út á landi og svo ef þú ferð í bæinn þá missur þú vitið eitthvað neginn. Og þess að þarftu eiginlega að fara, og það er svona rík hugmynd á Íslendingu og þetta er að fara út í náttúruna til að missa ekki vitið af því það er svo rosalega mikill sollur og eitthvað er Reykjavík. Á þeim tíma var það náttúrulega þannig, sko, það voru flest störf í landbúnaði og fólk hafði aldrei sér pening. Eða sem að var í eldgamla daga, sko. Já, svona tímum Laxness er svolítið það sem hann er, sko. Já, og líka það bara, fólk misti fótana, það náttúrulega í samfélagum þar sem það er mikill flutningur úr sveit í borg, það er náttúrulega rosalega félagslega upplausn. Og fólk þurfti bara að bjóti breiðfirðingafélagið eða eitthvað bara til þess að halda einhverjum áttavita í bænum. Þeir eru ennþá, ég er áskrifandi við að bókinni Breiðfirðingur. En Kristrún fór með flokkinn, hringferðum landið og ætlaði að koma í bæinn með stefnu í heilbrigðismálum. Og þá verður flokkurinn náttúrulega að koma fram og viljum þetta, og viljum ekki þetta, og viljum þetta. Og þá náttúrulega verður umræðan sko málefni samfélkingarinnar. Sem að samfélkingin hefur kannski ekki mikið verið í, heldur hefur samfélkingin ekki verið að gagnrýna það sem það er og svona gefið eitthvað svona óljósa hugmyndum eitthvað betra samfélag. Þannig að það getur verið að hausti reynir líka á samfélkinguna. Já, en það sem þú ert að segja þá raunverulega getur þau líka stólið sinnunni, sko. Að verði umræðan, verði það sem þau eru með, en þau ekki þá bara gagnrýna það sem að ríkisstjórnin að gera. Já, en það sem að veri munurinn kannski gerði Kristrún að einhver leiti fyrir árið síðan, kom í bæinn með eitthvað svona hendi þarna Evrópumálunum og stjórnarskráni og með eitthvað svona línur. Og núna kemur hún aftur í bæinn og þá er hún sko stæðsti flokkurinn í stjórnarandstöðu. Þannig að nú eru það sko allir flokkarnir sem að hafa vilja til þess að hrekja það sem hún er að segja, sem að var ekki fyrir árið síðan. Sko. Þannig að ég held að þessum er ég að segja að muni reyna á samfélkinguna. Að hún þarf að berjast þarna við Píratana og Viðreisn hérna megin og ríkisstjórnarflokkana hérna megin. Og annarkvort að standast það eða ekki, sko. Þannig að þau festast í einhverjum svona góðu fylgi ef að undirbúningur er nógu góður. En ef að minnst högstaður á þeim, þá getur þetta farið illa. Já, og allir flokkarnir fara og leita að einhverju svona og segja, eru það á móti hérna þessu? Finn eitthvað. Bara sem smæst atriði, sko. Þannig að ég geti trúa því að það myndi líka lita haustið. Eitthvað svona vilji annara flokka til þess að láta reyna á nýfunna fylgi í samfélginu. En svo eru, og í stjórnaraðstöðinu eru fleiri flokkar en samfélgingin og þar eru líka eins og Viðreisn er svona fellur aðeins, eða ekki alltaf fylgi á þeim? Það er svolítið erfitt að meta þessar kannanir núna í sumara því að það er svolítið hlé. Já, þú veist það er ekki allir við tölvuna að svara einhverju pólitísku spurningum, sko.
Þannig að ég veit ekki, sko, samfylkingin hefur stólið eiginlega allri svona sveiflu frá ríkisstjórninni til stjórnarandstöðunar og ég býst við að Viðreisn upplifi sig svona svikna og píratarnir og við ættum að vera í betri stöðu og þessi flokka myndu vilja reyna að höggva aðeins í fylgi samfylkingarna, ég býst við. Og þetta gerist á einn tíma og það bara af alla heyrist í þeim, sko, það helst Helga Vala og Oddný. Já, svona sumar. Já, með það Jóhann Páll, hann 9 ári pappi. Og þau eru í barninga fríum, bæði Kristrún og hann. Já. Þannig þetta verður í haust og svo kom náttúrulega vaxandi þungi með kjarasamningunum og þá samningarnir renni ekki út fyrir enn í janúar, þannig ég er ekki viss að það verði miklir sko, samningafundir yfir jólin eins og var síðast. Nei. Þannig að þingið mun kannski eiga sviðið til jóla. Já, en samt í hinu alltaf fyrirheitin þetta samningur taki við að samningi en næstu örugglega ekki sko er ekki að semja á jóladag. Nei, þau komu hingað og talaði sko opinberir starfsmenn og kennarar og hlera sem hefur svo vilji til þess að sko þegar samningarnir eru lausir það munar ekki nefnir einhverju 3 mánuðum sko að reyna að ná einhverjum svona styrk í sko verkefnishreyfinguna stóru til þess að mæta stjórnvöldum. Það er kannski það sem að menn reyna að vinna innan verkefnishreyfingarnar að í haust en ég er ekkert viss að koma einhver svona átaka fundir eða einhverjir viðburðir í sambandi við kjaramálin í haust, ég er ekki viss það. Nei, sennilega ekki. En svo fer það bara hvernig næsta að stilla saman liðinu, sko, það er náttúrulega það er breytt bil á milli Vilhjálms Birgissonar og Sólveigar Önnu. Já, ég held að þau þurfi ekkert mikið að vera í sömu fundum, sko. Þau náttúrulega aðeins í þar náttúrulega að taka okkur ákvörðun það hvort það ætla að reyna að mæta með eflingu inni eða hvort það ætla að haldinni fyrir utan eins og áður síðast, ég held að hann segir sko með þessi viðtal sem ég tók við hann Finn Björn aðalvíkingur hann segir sko að hann ætla ekki að alita fólku upp að þessi búið að því það voru aðrir sem gerir það og þau verður bara, ganga bara í takt. Það er ekkert hann á ekki að þurfa að segja þeim hvað alvaran er mikil. Nei, ef við komum sér saman hver eru baráttumálin. Og það mun snúast hvaða áhersla verður lögð á hækkun lægstulauna eða hvort það verður sko krónutala eða prósenta og það eru bara mjög ólíkir hagsmunir þarna inni. Það er líka kröfur í sambandi við skattamál. Að láglaunafólki hefur mikið vilja á að sko laga þau iðnaðarmennirnir og betur setta fólkið inn í ASÍ óttast að það kunna leiða til þess að verði hækkaðir skattar á millitekjum þannig að ég veit ekki hvert þetta er komið en það er mikil vinna að reyna að ná þessu saman sko. Sem þarf að gera bara dauðan sálfara stutt í febrúar. Ég held að þetta verði einhvers staðar þetta verður svona seigfljótandi í haust. Það verður ekki raunverulega fyrir eftir jól og áramót sem að sko kjaramálin takas við. Það er bara spá. Já, ég held það líka. Ég held að auðvitað verður þinglokin svona fyrir jól og þetta verður þetta mikið mál og þetta blandast elvist inn í það svona pólitískt sko. En svo er það hinn að semja þarna eftir áramótin. Sem verður ekki í janúar sko. Það verður aldrei gert að... Ríkisstjórnin á jarðsprengjusvæði, alls konar mál sem að verða hitamálum, allt sem að Svandís segir, allir að mæla það út hvað ég fæ og hvað hinn fá og þannig að þetta verður átaka. Þannig að það verður nóg að gera fyrir bæði fyrir samstöðun á miðjuna. Já, ég held að. Talandi það, miðjan, ég búin að segja áður hérna, ég skil ekkert ég er búin að skrifa forystu Framsóknarflokksins og miðflokksins. Þú vil ekki kaupa með lénið miðjan. Framtíð ræðist á miðjunni, segir Sigur Ingjaldur, ég segir mikið rétt, sko, en ég skil ekkert í svo. Það svaraði ekki. Það svaraði ekki. Það svaraði ekki eins og niður. En það það. Er það búin að loka törunni? Er það búinir? Já, séu það. Herðu, takk fyrir að koma og þetta er lokin á rauðaborðinu í kvöld. Framundan er bara helgi. Svo á mánudagina þá byrjum við svona venjulegri dagskrá hér við á samstöðinni og rauðaborði verður hér á mánudaginn klukkan 8 með eitthvað áhugavert efni. Við erum í sérstöku átaki núna sem er að koma þáttum samstöðurinnar yfir í útvarpssendingar
og við þurfum smá stuðning til þess. Við mátum það hérna fyrir helgi að við þyrftum að fá svona 159 áskrifendur. Við kynntum þetta eilítið helgina og ég sá að voru komnir einhverjir 25 sem höfðu bæst við. Ef að þú ert ekki áskrifandi ennþá og vilt hafa möguleika á því að hlusta á samstöðuna í útvarpi, að endilega gerist áskrifandi. Það kostar bara 2.000 kall á mánuði, ódýrasta áskriftin á landinu og það sem að gerist að þið hakið við það, að þið viljið vera félagar í alþjóðfélaginu, þá eigið þið samstöðuna ásamt öðrum lesendum, hlustendum og áhorfendum. En ég þakka fyrir í kvöld og segi góða helgi.